Fundur settur í bæjarstjórn Mosfellsbæjar miðvikudaginn 3. september 2025 klukkan 16:35. Þetta 877. fundur bæjarstjórnar og haldinn á bæjarskrifstofu Mosfellsbæjar að Þverholti 2. Fundinn í dag sitja 2 varabæjarfulltrúar. Það Hrafnhildur Gísladóttir, varabæjarfulltrúi í forföllum Höllu Karína Kristjánsdóttir, bæjarfulltrúa Framsóknar. En Hrafnhildur situr hér sinn fyrsta bæjarstjórnarfund og ég býð hana velkomna. Og svo það Hjörtur Örn Arnarsson, varabæjarfulltrúi í forföllum Ásgeirs Sveinssonar, bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks. Aðrir aðalbæjarfulltrúar hér í dag. Í upphafi vill forseti fyrir hönd bæjarstjórnar óska bæjarlistamanni Mosfellsbæjar og þeim sem hlutu umhverfisviðurkenningar Mosfellsbæjar á yfirstaðinni bæjarhátíð í túninu heima. Og einnig vill forseti þakka skipuleggjendum hátíðarinnar fyrir þeirra vinnu og jafnframt óska þeim og Mosfellingum öllum til hamingju með þessa vel heppnuðu hátíð. Á dagskrá fundarins í dag alls 9 mál, þar af 5 fundargerðir til afgreiðslu og þá 4 fundargerðir til kynningar. Og fyrsta mál á dagskrá fundargerð 677. fundar bæjarráðs. Og sá fundur fór fram 21. ágúst síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Anna Sigríður, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hér upp mál 1.6, áfangastaðurinn Álafoss. Álafossgosin gegnir mjög miklu hlutverki í sögu og sjálfsmynd Mosfellinga í gegnum tíðina. Þar eins og við öll vitum vagga íslensk ullariðnaður staðsett þegar að Álafossverksmiðjur tóku til starfa í kringum aldamótin 1900. Ullariðnaðurinn í Kvosinni mikilvægur hluti af iðnsögu Íslands og það hefur lengi verið í umræðu bæði innan bæjarkerfisins og meðal íbúa hvernig við sem samfélag getum best varðveitt þá sögu og sögulegu minjar og þann anda sem býr í Álafossgosinni. Árið 2015 tóku gildi lög verndarsvæði í byggð en í 1. grein þeirra laga segir markmið laga þessara að stuðla að vernd og varðveislu byggðar sem hefur sögulegt gildi. Og það náttúrulega óumdeilt að byggðin í Álafossgos hefur margþætt sögulegt gildi, bæði út frá almennri menningarsögu og ekki síst út frá atvinnusögunni. Það var í maí árið 2018 sem bæjarstjórn Mosfellsbæjar ákvað að unnin yrði tillaga til ráðherra að Álafossgosin verði gerð að verndarsvæði í byggð. Í hönd fór mikil vinna en nú liggur fyrir skýrsla sem gerð af yrki arkitektum sem undirbyggir þá tillögu til ráðherra. Vonandi líður ekki á löngu þar til niðurstaða liggur fyrir í málinu en mér skilst að tillagan fari í auglýsingu væntanlega eftir næsta fund skipulagsnefndar. Bærinn hefur ekki bara unnið að því að gera Álafossgos að verndarsvæði í byggð, heldur hefur á kjörtímabilinu verið unnin atvinnustefna og í tengslum við hana var farið í svokallaða áfangastaðagreiningu fyrir Álafossgos og það var gert í samstarfi við markaðsstofu höfuðborgarsvæðisins sem Mosfellsbær aðili að. Að þeirri greiningu kom fjöldi hagaðila í bænum og þar kom mjög sterkt fram að fólki fannst helstu möguleikar í uppbyggingu Kvosarinnar í ferðaþjónustu liggja einmitt í sögunni og í ullinni. Bæði áætlun verndarsvæði í byggð sem á áfangastaðagreiningin undirbyggja þær ákvarðanir sem teknar verða framhaldið. Og nú staðan svo að nýir eigendur verslunarhúsnæðisins á jarðhæðinni, þarna í stóra húsinu, hafa leitað til Mosfellsbæjar samstarf að koma fólk sýningu sögu ullariðnaðarins í Álafossgos innan veggja þess rýmis. Safnið eða sýningin yrði einungis hluti af þeirri starfsemi sem þar færi fram, sem verður líklega verslun og veitingasala og alls kyns menningarstarfsemi, en örugglega mjög mikilvægur þáttur í að draga fólk að svæðinu. Bærinn myndi ekki koma að neinum öðru rekstri eða rekstri sýningarinnar sjálfrar. Að sjálfsögðu hefur engin ákvörðun verið tekin á þessum tímapunkti, bæjarfulltrúa hefur einungis verið falið af bæjarráði að ræða við eigendur húsnæðisins hugsanlega útfærslu
Hér eru einhverjar merkisendingar sem að bara bæjarfulltrúi skilur ekki. Það stjórn, hefur verið farin. Ha? Bæjarstjórn, Já. Ekki bæjarfulltrúi. ekki bæjarfulltrúa. Já, en ekki já, ég bara gríp fram í fyrir þér þá næst. En með leyfi forseta, ég nú alveg orðin villt í ræðinni. En með leyfi forseta, þá langar mig bara því mér langar til að bara minnast á þetta mál þó að það sé engin niðurstaða komin í það, að það langar mig til þess að lesa bara bókun bæjarráðsins, hún hljóðar svona, Bæjarráð samþykki með 5 atkvæðum að veita bæjarstjóra heimild til viðræðna við DSMÍR 11 ehf. Uppbyggingu safns sögu Álafossgosarinnar og ullariðnaðarins á Íslandi og eftir atvikum til undirritunar viljayfirlýsingar samstarf. Markmið bæjarins með mögulegu samstarfi væri að lyfta ásýnd Álafossgosarinnar og varðveita söguna ásamt því að efla Álafossgosinu sem áfangastað fyrir bæjarbúa og ferðamenn. En ég endurtek aftur að það er ekki komið niðurstaða í þetta mál, vonandi kemur farsæl niðurstaða, vegna þess að ég held að ef af þessu verði þá verði það mikið lyftistöng fyrir bara Mosfellsbæ sem áfangastað, ekki bara erlendra ferðamanna heldur innlendra ferðamanna, og þarna eru gríðarleg tækifæri og læt ég það máli mínu lokið. Takk fyrir bæjarfulltrúi, fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Sævar, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, svona bara örstutt viðbót. Mér langar til þess að náttúrulega bara fagna þessu sem að vonandi verður eitthvað úr, það sem bæjarstjóra var falið að fara í þarna viðræður. Það sýnir bara hvað er mikilvægt að við séum með skýra sýn og nýtum það sem við höfum, af því að við vitum það náttúrulega í svona verkefni er þetta náttúrulega fyrst og fremst metnaðarfullir einkaaðilar sem að drífa það áfram, en bærinn getur komið og svona bakkað upp og svona verið innan handar með það sem að hægt er. Þannig að ég bara verð að segja að ég fagna þessu og vonandi kemur bara eitthvað jákvætt úr þessu, því að þetta svona rímar vel við þessa atvinnustefnu sem að við samþykktum hér í lok síðasta árs og við vitum það bara að þetta svæði er náttúrulega gríðarlega mikilvægt fyrir bæjarfélagið og við tengjum mikið við þetta, örugglega öll hér og flestir íbúar, þannig að við viljum að sjálfsögða þessi líf þarna eins og við sáum bara á bæjarráttinu okkar í Túninu heima, gríðarlegt líf í kringum þetta svæði og á þessu svæði, og þetta er eitthvað sem við viljum kannski viðhalda og vera með þá svolítið svona daglega áriðum kring og klárlega tækifæri og möguleika til þess. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, kemur undir sama máli. Kannski bara byrja á því að óska bæjarbúum og bæjarstjórninni til hamingju með vel lukkaða bæjarhátíð sem hér er að baki og ekki skemmdi veðrið fyrir okkur. Ég segi bara til hamingju. Varðandi áfangastaðinn Álafossgos sem er líka alveg frábært mál að koma lopanum okkar á framfæri og styrkja undir söguna hjá okkur, enda þetta góð og löng saga sem er hér í Mosfellsbæ. Á þessum fundi bæjarráðs var ýmislegt rætt og ég ætla bara mér langar bara að ítreka það til bæjarstjóra að fara hvað á ég að segja, hvernig á ég að segja það í beinni útsendingu, bara fara vel inn í málið og að því að við ræddum alls konar á bæjarráðsfundinum, en vonandi komum við bara mjög vel út úr þessu og þetta verður bara gott skref fyrir Mosfellsbæ að landa góða samningi. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, þetta mikið tækifæri þarna í Álafosskvosinni og hægt að gera ýmislegt við þessa perlu. Það hefur verið svona, má segja í mörg ár, þá hefur ekki mikil starfsemi verið að byggjast upp. Það auðvitað þetta frábæra starfi eins og í Ásgarði og fleira. Þannig að en það svona, fólk hefur talað sem að var hér fyrir kannski 10 árum og þarna var kaffihús og það var miklu meira líf í Kvosinni á þeim tíma og hún á tvímælalaust mjög mikið inni. En það verkefni fyrir höndum að eins og hefur komið fram að þá erum við að hugsa safn sem að Mosfellsbær gæti rekið þá í samvinnu við þessa aðila og við þurfum auðvitað að vanda til verka þar og vera í nánu samstarfi við menningar, íþrótta og lýðheilsunefnd til þess að svona gæta þess að sögunni séu gerð góð skil en þó á nútímalegan hátt og svona þessi ímyndarsafni hefur aðeins verið að breytast á síðustu árum og við erum alltaf að nýta okkur svona upplýsingatæknina betur í því en ég hlakka bara til þessara viðræðna og vonandi get ég komið tilbaka með með góð drög að samning sem verða að sjálfsögðu samþykkt inn í öllum pólitískum nefndum áður en á nokkru verður. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri. Fleiri sem óskar til taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar. Tökum hana til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 677. fundar bæjarráðs sem að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir það. Þá það annað dagskrármál sem fundargerð 678. fundar bæjarráðs. Sá fundur fór fram 28. ágúst síðastliðinn. Þar voru 5 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hér upp undir máli 2.4, vistheimili samkvæmt 84. grein barnaverndarlaga. Mig langaði að vekja athygli á þessu mjög svo brýna máli. Þar sem að við erum loksins að geta gengið frá því í samvinnu við Garðabæ að tryggja hér að barnavernd í sveitarfélaginu hafi aðgang að tímabundinni vistun í þeim sorglegu tilfellum þegar að fjarlægja þarf börn af heimili. Þetta hefur ekki verið til staðar með þessum hætti hjá okkur og finnst að þetta afskaplega brýnt inn í umhverfi sem mikil áskorun fyrir bæði aðstandendur og starfsfólk og ég vona að þetta verði til þess að bæta aðstöðu og velferð allra sem svona úrræði snertir. Takk fyrir. Takk fyrir það bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar. Við tökum hana þá til afgreiðslu og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 678. fundar bæjarráðs að gefa merki. Það samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þriðja mál á dagskrá fundargerð 32. fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 19. ágúst síðastliðinn. Þar voru 4 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir máli númer 31, lykiltölur janúar til júní. Ég þreytist aldrei á að tala lykiltölur velferðarsviðs.
Það sem fór fram á þessu fundi og ég ræddi sérstaklega á fundinum varðandi þessar tölur sem við erum að horfa hér á, að ég hafði áhyggjur af því að það væri orðið dýrara að sinna þessar þjónustu sem við erum að sinna. Við erum með jafnvel færri eða hlutfallslega færri notendur en upphæðirnar að hækka og ég hafði áhyggjur af því. Ég ætla ekki að nefna einhverjar einstakar upphæðir hér en svona samkvæmt tölunum þá einhverja hluta vegna virðist upphæðirnar vera hærri en við þurfum auðvitað að passa það. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þennan lið? Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Og enginn hversu... Jó, bæjarfulltrúi Anna Katrín Kjölsvel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég kemur upp undir máli 3.2 sem sama mál og bæjarfulltrúi Lovísa kom upp áðan út af ég aðeins missti af því að óska eftir að fá orðið. Ég bara með kannski smá vangaveltur fyrst og fremst. Það var engin tímamörk á þessum samningi eftir nokkuð. Þetta ekki bara, þetta ótímabundið, þetta ekki tilraunaverkefni eitthvað slíkt. Það eiginlega spurningin. Ég fór að velta fyrir mig því nú erum við í samvinnu þarna við annað sveitarfélag, Garðabæ. Samkvæmt minnisblaðinu þá kostnaðurinn að skiptast til helminga. Ég var bara að velta fyrir mér, ég veit það engin gríðarlegur munur á stærð sveitarfélagana en hvort að kostnaðinum hefði átt að vera skipt hlutfallslega á milli sveitarfélagana tveggja og hvort að vera tekin eitthvað stöðumat þegar við komum eitthvað áfram inn í verkefnið varðandi kostnað. Takk. Takk fyrir þetta bæjarfulltrúi. Einhver sem vill bregðast við? Bæjarfulltrúi Lovísa, gjörðu svo vel. Já, ég kem hér upp til svara, þó ég kannski það sem ég ekki alveg viss það með skiptingu kostnaðar, hvort að það sé jafnt eða hlutfallslega. Það kemur ekki fram, en það kemur allavega fram að kom þarna fram einhvers staðar að það hann uppsegjanlegur samningurinn. Þannig að það auðvitað þarf að vera ákveðin fyrirsjáanleiki en að það sé hvor aðili sig geti sagt upp samningnum. Svo kemur fram hver kostnaður Mosfellsbæjar og það liggur alveg fyrir að eins og staðan í dag að þá þurfum við í brýnum tilfellum eiginlega leita á ná og miskun þeirra sveitarfélaga sem að reka svona heimili ef að við getum ekki fundið viðeigandi aðstæður fyrir börnin og þetta auðvitað að gerast venjulega mjög hratt og ekki með neinum undirbúningi og annað slíkt. Þannig og ég man eftir umræðum þetta langt aftur í tímann hversu mikilvægt það væri að hafa tryggan farveg, ekki síst upp á bara faglegt starfsöryggi þeirra sem að sinna barnavernd hjá okkur að geta gengið út frá því sem vísu að hafa öruggt vistheimili til þess að setja börnin á. En já, bæjarstjóri getur kannski svarað nánar tölulegu upplýsingum. Takk fyrir það, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, við erum að tala að það svipaður fjöldi barnaverndarmála. Það var eiginlega útgangspunkturinn frekar heldur en íbúatalan, en auðvitað munum við fylgjast með þess og sjá hvort sveitarfélag fyrir sig að vista og ef það verður einhver munur að þá hægt að segja, eins og ég segi, taka upp samninginn eða segja honum upp eða hvernig sem það verður. Þannig að þetta verður gríðarlega mikil bót fyrir starfsemina en auðvitað, það þarna 8,7 milljónir á ári sem viðbótarkostnaður og við þurfum að fylgjast vel með því að hvernig nýtingin Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Anna Katrín, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar,
kemur upp í sama máli. Takk fyrir svörin, þetta skýrir kannski aðeins betur. Það kemur nefnilega mitt fram, ég bara athugaði það aftur, það kemur nefnilega fram að þessu í jafnagreiðslur. Taka fram líka að mér finnst þetta ótrúlega flott og þarft verkefni, ég er ekki að draga úr því og ofsalega mikilvægt við séum með þessi mál í föstum skorðum. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óskast að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera. Fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Enginn kveður sér hljóðs aðra liði þessara fundargerðar. Við tökum hana til afgreiðslu. Við bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 32. fundar velferðarnefndar Mosfellsbæjar gefa merki. Samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá það 4. dagskrármál sem 445. fundur fræðslunefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 27. ágúst síðastliðinn. Þar voru 9 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir máli 4.8 matsferil og þetta náttúrulega mál sem hefur verið talsvert í umræðunni síðustu mánuði og mér finnst bara ástæða til þess að koma hérna upp og fagna í rauninni metnaði skólastjórnenda hjá Mosfellsbæ að taka það upp að sínu eigin frumkvæði að matsferillinn verði innleiddur að fullu hér og í öllum árgöngum án þess að til þess þurfa að koma einhver skipun á ofan eins og maður getur sagt. En að því sögðu þá náttúrulega við fengum miðstöð menntunar og skólaþjónustu í heimsókn til okkar 15. janúar síðastliðinn og þau fóru yfir þessar lausnir sem þau hafa verið með í þróun á síðustu misserum og árum, bæði nemendagrunn Frigg og áætlanir sínar þennan matsferil. Þá var ekki búið að samþykkja það frumvarp sem hefur legið fyrir Alþingi matsferilinn. Það búið núna, þannig að það hægt að halda áfram með þetta verkefni. Auðvitað hefur þetta tekið líklegast lengri tíma heldur en til stóð í byrjun og mér finnst bara mikil ástæða til þess að minna á að það voru ekki kennarar eða skólastjórnendur sem vildu ekki leggja fyrir samræmd próf fyrir 5 árum þegar þau voru afnumin. Heldur var það að ræða að það voru tæknilegir örðugleikar og kerfið var mögulega orðið úrelt og þurfti að gera eitthvað nýtt. Vissulega hefði verið heppilegt að það hefði ekki komið þetta rof í svona langan tíma og mögulega mun það hafa áhrif, það mun allavega hafa áhrif á þau gögn og þær upplýsingar sem við munum hafa aðgang að árangur og mælanleg markmið í námi í grunnskólum. En þeim meira hægt að fagna í rauninni þessum árangri og þessum lausnum sem verið að kynna og rúlla út núna. Og ég bara hef væntingar það og vona að með því að þá munum við ná einhvern veginn að snúa umræðu grunnskólann og kennsluna og námið í aðeins í ákveðari farveg. Og það var þung orð verið látin falla á síðustu mánuðum þetta starf. Mér finnst mikilvægt að skólakerfið eins og önnur kerfi séu rýnd til gagns. Það bara mjög mikilvægt. Og það líka mikilvægt að þau þróist. Við komum með nýjar lausnir, við skilgreinum hvernig við viljum hafa þetta til framtíðar, setjum okkur markmið en í svona stóru kerfi þá það auðvitað ekkert einfalt mál og það tekur örugglega flest allt aðeins lengri tíma heldur en við ætluðum og heldur en við vildum. En ég verð allavega að segja að í þessu samtali okkar við fræðsluyfirvöld í Mosfellsbæ, bæði náttúrulega sviðsstjórar sem lagði fram þetta minnisblað sem með fundargerðinni
og var svona ákveðið framhald af heimsókninni sem við fengum þetta í janúar og auðvitað líka gefnu tilefni með umræðuna að hún í rauninni bara sagði fræðslunefndinni frá því að skólastjórnendur vildu fara þessa leið og mér finnst það bara afskaplega jákvætt og sjálfsögðu styður nefndin við það. Þannig að mér langaði bara að vekja athygli á þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Virðulegur forseti, kemur upp undir sama lið, 4.8 landsferilinn fræga. Það var náttúrulega aldrei sagt annað skólastjórnendur í Mosfellsbæ en að þeir séu ekki framsýnir og vilja ekki taka þátt í því sem að gerast. Formaður fræðslunefndar nefnir þennan fund í janúar og ég satt þarna líka og þar var ýmislegt rætt af hálfu Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu eins og Frigg sem áttu að vera tilbúin úr voru það ekki. Þannig að það mjög margt og það er kannski það sem að ég staldra við líka sem fagmanneskja að það mjög margt sem að búið að ganga brösulega, búið að ganga hægt, það hafa verið miklar seinkanir á bara mjög mörgum málum. Nú allir skólarnir byrjar, við erum með aðalnámskrá sem á að vera tilbúin til vinnu sem það ekki. Við erum að koma í kennsluviðmið sem það ekki, sem þýðir að við erum að byrja á hæfniviðmiðin og við getum ekki klára vinnuna af því það til fast einhvers staðar annars staðar. Og ég var bara fund í morgun sem var bara sagt að þetta væri á leiðinni, átti að vera komið í júní. Þannig að það mjög margt í þessu verkefni heilt yfir sem ennþá bara alveg ofboðslega óljóst. Og þannig að ég fagnaði að skólastjórnendur séu til í þetta en það hefði líka alveg mátt kannski aðeins yngra og sjá svona hver tímalínan verður því að sagan segir okkur að hún yfirleitt stenst ekki. Þannig að það svona sem að maður velti fyrir sér líka eins og ef við hafa hlustað á Sprengisand síðastliðinn sunnudag. Þar voru 2 skólamenn að ræða málin og það komum fram hjá öðrum þeirra við værum svo oft að flýta okkur og við gæfum okkur ekki tíma til ígrunda hvað sé best og hvað sé skynsamlegast að gera. Og það kannski það að því núna finnum maður að þetta ákveðir hitamál. Ég veit að blaðamenn hringi bæjarstjóra og spyrja hvað sveitarfélag ætla að gera, þannig svona pínu pressa. En það má líka alveg staldra við og segja bara við erum að ræða málin. En mér langar eiginlega að spyrja einu. Nú verið búið að leggja þetta fyrir 4. og 10. bekk sem bara gott að blessað. Þegar matseðill var tekinn núna í prófun í síðastliðinn vetur og ég var meðal að stóða því, þá var þetta ákveðið tímabelti sem maður hafði 2 vikur og það þurfti að gera þetta maður þurfti að gera þetta innan ákveðins ramma og þá fyrir skólarnir að skipuleggja sig. Búið að taka ákvörðun það hvernig að mæta skólanum með kaupum á spjaldtölum og fartölum til að taka þessi próf. Nú erum við með mjög mikið af börnum og það þarf að keyra þetta gegnum allar bæinn og ef allir að gera þetta á svipuðum tíma geta ekki lánað tækjunum milli sín. Þannig eitthvað búið að hugsa það hvernig á að mæta þessu. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Aldís, gjörðu svo vel. Mér langar kannski bara aðeins að árétta að það bara mjög mikilvægt að bæði foreldrar og skólasamfélagið í Mosfellsbæ upplifi að við séum að fylgjast með og að við ætlum að í rauninni taka þátt í innleiðingu á þessu á fullu og svara í rauninni svona þessum væntingum sem fólk hefur til þessara nýju lausna. Eins og ég sagði áðan, þá tekur þetta örugglega lengri tíma heldur en áætlað og svona við viljum og þetta hefur gert það, þetta hefur tekið miklu lengri tíma heldur en áætlað var í upphafi. Og við erum svo sem fyrst og fremst að tala við okkar samfélag hér en kannski minna að hafa áhyggjur af hvað blaðamönnum finnst. Varðandi svona tæknilegar útfærslur á þessu þá hefur bæjarfulltrúi Dagný Kristinsdóttir auðvitað miklu betri upplýsingar og svona öðruvísi sýn eða svona mjög skýra sýn eflaust á þessa hluti verandi skólamanneskja og starfandi í skóla. Ég það ekki. Ég treysti einfaldlega því að okkar fólk hér, bæði sem starfar hérna í þessu húsi og út í skólanum, leysi þessi mál.
Það eru til talsvert mikið af vélbúnaði í skólunum okkar. Þannig að ef hugbúnaðurinn er til staðar og allar tengingar eru réttar og slíkt, þá gerir ég ráð fyrir að þetta verði hægt. Ef það þarf eitthvað að bæta við, þá þurfum við auðvitað bara að skoða það. En væntanlega er það bara svona framkvæmda verkefni sem er í höndunum á stjórnsýslunni. Ég treysti þeim fullkomlega til þess. Takk fyrir, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get huggað bæjarfulltrúa Dagnýju Kristinsdóttur með því að sá fjölmiðill sem fjallar mest þessi mál, hann hringir ekki mikið í Mosfellsbæ af sérstökum ástæðum. Þannig að það eru ákveðin sveitarfélög sem hringt aðallega í og ekki mikið hringt í Mosfellsbæ. Takk fyrir. Takk fyrir bæjarstjóri, bæjarfulltrúi Dagný, gjörðu svo vel. Ég þakka fyrir þessi svör. Ég fæ að vita það kannski myndarlega hvaða fjölmiðill þetta er. En ástæðan fyrir ég er að nefna þetta er svo að þetta er bara það sem mun koma upp. Að það þarf að setja upp tæki, það þarf að gera klár til notkunar og þá er það ekki til notkunar fyrir aðra á meðan. Og þegar við erum með svona stóru árgangar sem við erum hér, þá er þetta eitthvað sem mun koma upp. Þannig að það er ástæðan fyrir því ég spyr. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Fleiri sem óska til að taka til máls þennan lið. Svo tel ég ekki vera en fundargerðin opin fyrir umræðu að öðru leyti. Fleiri kveða sér ekki hljóðs þessa fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð 445. fundar fræðslunefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá er það 5. dagskrármál sem er annar fundur skipulags- og umhverfisnefndar Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 29. ágúst síðastliðinn og þar voru 15 mál á dagskrá og fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og við tökum hana þá til afgreiðslu. Og ég bið bæjarfulltrúa sem samþykkja fundargerð annars fundar skipulags- og umhverfisnefndar að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða með 11 atkvæðum. Takk fyrir. Þá höfum við lokið afgreiðslu þeirra fundargerða sem þess krefjast og erum komin að 7. dagskrármáli og það er fundargerð 41. fundar öldungaráðs Mosfellsbæjar. Sá fundur fór fram 19. ágúst síðastliðinn og þar voru 4 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Enginn kveður sér hljóðs þá fundargerð og fundargerðin er lögð fram. 7. dagskrármál er fundargerð 270. og annars fundar stjórnar slökkviliðs höfuðborgarsvæðisins. Sá fundur fór fram 13. júní síðastliðinn og þar voru 6 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mig langar að gera aðeins grein fyrir umræðum á þessum fundi eða sem sagt því sem kom fram á þessum fundi sem að það er í bígerð að byggja slökkvistöð í næsta slökkvistöð verði í Urðarhvarfi í Kópavogi og þar hefur verið sem sagt þetta hefur verið rætt á fjölmörgum fundum þar sem að Kópavogur hefur óskað eftir því að það verði greidd svokölluð innviðagjöld eða byggingarréttargjöld sem var til dæmis ekki gert þegar við vorum að byggja slökkvistöð hér í Mosfellsbæ fyrir, þetta var samþykkt fyrir einhverjum 10 árum síðan. Þannig að það lágu fyrir fundinum bæði álit okkar bæjarlögmanns, líka bæjarlögmanns í Kópavogi og borgarlögmanns. Þannig að þetta ég vildi upplýsa ykkur, þetta umræða sem í gangi, hvað eðlilegt að verði til framtíðar litið og akkur að breyta þessu núna, einhver að breyta forsendur og við teljum mikilvægt að bara skoða þetta afskaplega vel
þegar við erum að svona skipuleggja okkar sameignar stofnanir, hvort að við séum þá að setja byggingarétt ofan á gatnagerðargjöld og það er þá ný hefð ef við gerum það. Þannig að ég vildi vekja athygli á þessu. Takk. Takk fyrir bæjarstjóri, fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum leið. Svo tel ég ekki vera, en önnur mál á dagskrá sem voru á dagskrá þessa fundar. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin er lögð fram. Þá er það 8. dagskrármál sem er fundargerð 409. fundarstjórnar Strætó. Sá fundur fór fram 15. ágúst síðastliðinn og þar voru 8 mál á dagskrá. Fundargerðin er opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Rúna Bragi Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúi, ég kem hérna undir þessari fundargerð 409, 8. fundargerð okkar. Varðandi, sem sagt, mér langaði bara kannski að fá einhver útskýringu, en það er hérna varðandi fargjaldartekjurnar janúar til júlí. Samkvæmt þessum gögnum hérna þá er verið að tala það hér að erlend kortavelta hafi hækkað, sé meiri hluti í snertilausum greiðslum sem við fáum í Strætó. En einhvern veginn samkvæmt þeim tölum sem hérna liggja fyrir þá finnst mér eins og það sé einhvern veginn öðruvísi við. Þannig að ég bara velti fyrir mér, hér talaði erlend kortavelta sé 115 milljónir, en samkvæmt síðan hlutfall í kortaveltu þá virðist vera 85% innlent en 15% erlent. Og sama í töflu við hliðina á að þá virðist samt kortaveltan vera meiri hjá okkur Íslendingum, en ég bara kannski velti til fulltrúa okkar í Strætó hvort að hafi víxlast þarna tölur eða hvað, því að það virðast síðan á annarri síðu þá virðast heildartekjur þar vera akkurat á hinn veginn. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Bæjarfulltrúi Lovísa Geirsson. Ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að útskýringin á þessu liggi annars vegar í því að við erum að tala bara snertilausar greiðslur. Það er að segja að þegar þú notar kortið eða símann við að borga í vagninum sjálfum. Hitt er síðan bara það sem er kortavelta, þar sem þú ert með kortið þitt inn í klappinu líka og borgar bara, öll salan. En ég, þú þarft eiginlega bara að sýna mér þetta svona nánar, til þess að ég geti þá líka kannað það. Ég var að reyna að fletta þessu upp bara núna, ég man þetta ekki nógu vel til þess að geta sagt mig grunar að þetta geti verið munurinn. Annars vegar erum við að tala bara snertilausu greiðslurnar, þar sem að þær eru, hvernig það skiptist þarna á milli og svo hins vegar öll veltan í heild. En ef það er einhver villa þarna, vil ég bara endilega biðja að sýna mér að það var, allavega hafði ég ekki rekið augun í það, en það útilokar ekki að það sé eitthvað sem þurfa að skoða betur. En ég bara get ekki svara betur svona bara on the spot, fyrirgefið afsakið slettuna, bara svona á staðnum í ræðustól. En ef það er búið að senda mér svona fyrirspurnir fyrir fundinn, þá er það auðveldara fyrir mig. Það er líka svolítið síðan þessi fundur var haldinn, þannig að minni mitt er mest í dag, aðeins minni í gær og enn minna í fyrradag. En ég reyni að rifja upp þegar ég fæ smá fyrirvara. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Rúna Bragi Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það er bara sjálfsagt mál að
að koma að reyna að fá útskýringar á þessu. Við getum bara tekið það samtal á eftir fundinn. Takk fyrir. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð stjórnar Strætó. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. Og þá það 9. dagskrármál sem fundargerð 37. fundar heilbrigðisnefndar. Heilbrigðisnefndar Garðabæjar, Hafnarfjarðar, Kópavogs, Mosfellsbæjar og Seltjarnarness. Sá fundur fór fram 25. ágúst síðastliðinn og þar voru 12 mál á dagskrá og fundargerðin opin fyrir umræðu. Bæjarfulltrúi Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, afsakið mig, ég veit að það er gott veður úti, en mig langar að koma upp undir þessari fundargerð bara til þess að fá einhverjar útskýringar. Kannski þetta mig hjó sem sagt í það að í þessum fundargerðum auglýst boðaðir á fund. Það að segja afgreiðslufundur, þar stendur boðaðir, fundarstjóri og ritari, en það kemur ekki fram í neinum af þessum fundargerðum engar undirskriftir eða hverjir af þeir sem boðaðir eru á fundunum. Þannig að ég velti fyrir mér, ég man nú ekki hver fulltrúi okkar í nefndinni og örugglega ekki hérna inni núna, en ég bara velti fyrir mér varðandi þegar boðaðar á fund, þeir sem boðaðar á fundi. Þetta líklega, þetta sé ekki allt saman starfsmenn heilbrigðiseftirlitsins, en ég bara af forvitni sakir á ekki að koma undirskriftir þeir sem mæta. Takk fyrir bæjarfulltrúi. Forseti ætlar að bregðast bara stuttlega við bara úr sæti sínu bara þar sem að forseti varamaður þarna í nefndinni og ég held ég átti mig á hvað þú ert að meina og sá strax hvað þú ert að tala en ég mun bara koma að þessari ábendingu og kanna hverju þetta sætir. Þetta sett í fylgigögnum fundarins. Já, það bara, en það ágætis ábending bara fínt að og við fáum þetta bara á hreint, en líklega þetta vegna þess að þetta eru starfsmenn fundarins eins og við erum að nefna hér. Fleiri sem óska eftir að taka til máls þessa fundargerð heilbrigðisnefndar. Svo tel ég ekki vera og fundargerðin lögð fram. En ekki eru fleiri mál á dagskrá þessa fundar og ég þakka fyrir fundinn. Næsti fundur bæjarstjórnar Mosfellsbæjar fer fram miðvikudaginn 17. september næstkomandi klukkan 16:30 til fundarins verður boðað með dagskrá. Ég segi fundi slitið klukkan 17:18.